Nú komið að rauða þræðinum með Ásmundi Magnússyni lækni. Með bókina Blóðsáttmálinn eftir Sten Nilsson kennara til hliðsjónar gerir Ásmundur leit að rauða þræði Biblíunnar. Hann tekur okkur inn í fortíð Ísraelsmanna og rannsakar hefði þeirra og fórnarathafnir. Hér umsjónarmaður þáttarins, Ásmundur Magnússon. Komið sæl. Í síðasta lestri þá sáum við eitt dæmi mann sem lifði í sáttmálanum, Jósafat konung, sem sagt frá í annarri Krónikubók 20. kafla. Næsta undirfyrirsögn hér heitir Davíð, annað dæmi Davíð konung. Fílistar drógu nú saman hersveitir sína til bardaga, en Sál og Ísraelsmenn söfnuðu saman og settu herbúðir sínar í Eikidalnum og bjugust til bardaga á móti Fílistum. Og Fílistar stóðu á fjalli öðrum megin svo að dalurinn var á milli þeirra. Þá gekk hólmgöngumaður fram úr fylkingum Fílista, hét hann Golíat og var frá Gat. Hann var á hæð 6 álnir og spönn betur. Og þetta í fyrri Samúelsbók, 17. kafla, 1. 4 versin. Golíat var velmenntaður hermaður, hann var voldugasti maðurinn í her Fílista. Hann var 3,25 á hæð og vó 200 kíló. Þetta kannski ekki alveg á hreinu hvað hann var stór, hann var allavega mjög stór. Einhvern tímann þóttist ég vera að reikna þetta þegar ég las þennan kafla í fyrir Samúelsbók og fekk út 2,15, en það nú ekki nema bara svona hæfilega stór maður í dag. Þetta gerðan að allavega var þetta mikill risi. Þetta gerðan að hræðilegum óvinni, meira að segja fyrir heilan her. Sál konungur var einnig mikill á velli, hann var 1,90. En hvorki Sál né hermenn hans fengu sig til þess að ráðast á óvinna herinn vegna Golíats. Hann kunni listina kvelja mótstöðumenn sína á hverjum degi, hættan þá og lét þá finna fyrir vanmætti sínum. Hann einn skoraði á her Ísraels. Hví farið þér í leiðangur og búist til bardaga? Er ég ekki filisti og þér þjónar Sáls? Veljið yður mann sem komi hingað ofan til mín. Ég hefi smánað fylkingar Ísraels í dag, fáið til mann að við megum berjast. Þannig fyllti hann Sál og allan hans her ótta. Þetta gerði hann snemma dags og síðla í 40 daga. Þetta var nokkuð sem konungur sáttmála þjóðarinnar og her áttu ekki að venjast. En þetta átti sínar orsakir. Sál hafði hafnað orði drottins, sýnt þvermóðsku og stundað galdrasynd, hjáguðadýrkun og húsgoðadýrkun, sem sjáum í fyrir Samúelsbók 15:23. Hinn innri vitnisburður sáttmálan við Guð hafði vikið fyrir ótta. En svo kemur Davíð að boði Ísai gamla föður síns til að vitja 3 eldri bræðra sinna og færa þeim dálítið af góðu mat. Þegar hann kom á staðinn, höfðu báðir herinnir fylgt sér í viðbragðsstöðu hvorir gegn öðrum. Ungi fjárhirðirinn, Davíð, hraðaði sér til bræðra sinna. Þá gekk Golíat fram og mælti sem áður og Davíð heyrði það. Hann hafði þegar heyrt her Ísraels hrópa heróp sitt, en sá nú sér til gremju, allan herinn flýja þegar hann sá og heyrði Golíat. Þá spurði Davíð, hverju verður þeim manni umbunað sem fellir Filista þennan og rekur svívirðing af Ísrael? Honum var sagt að ef hann dræpi Golíat myndi Sál gera hann að ríku manni og gera hann að tengdasyni sínum. Hann myndi einnig gera ætt hans skattfrjálsa í Ísrael. Þetta fannst Davíð þokkaleg laun og sagði, hver er þessi óumskurni Filisti dyrfist að smána herfylkingar lifanda Guðs? Takið eftir þessum ummælum. Davíð gerir sér vel grein fyrir muninum á þeim sem eru í sáttmála við Guð og hinum sem ekki voru merktir með sama sáttmálsmerki. Hver er þessi óumskurni Filisti? Hann vissi að Golíat gat ekki borið styrk sinn saman við styrk þeirra sem voru í sáttmála með Guði. Hver er þessi hávaðasekkur sem telur sig svo sigurvissan frammi fyrir her okkar? Á hann að fá að smá her hins lifanda Guðs? Óvinnurinn hótar og rekur upp öskur. Konungurinn frétti af þessum unga Davíð og hverjum augum hann leit vandamálið. Brátt stóð unglingur með rjóðarkinnar frammi fyrir Sál, það bil 17 ára gamall. Sál spurði hann hvort hann héldi að hann gæti sigrað Golíat. Já, sagði Davíð. Enginn láti hugfallast, þjónn þinn mun fara og berjast við Filista þennan.
Þú ert ekki færum að fara á móti Filista þessum og berjast við hann, því að þú ert ungmenni, segir Sál við Davíð. Davíð varð ekki orðlaus, hann sagði: Bæði ljón og björn hefur þjónninn drepið og þessum óumskorna Filista skal reiða af eins og þeim, því að hann hefur smánað herfylkingar lifanda Guðs, Drottinn sem frelsaði mig úr klóm ljónsins og úr klóm bjarnarins, hann mun frelsa mig af hendi þessa Filista. Davíð vissi ekki hvað ótti var. Hann vissi hins vegar að í hverju sem hann tæki sér fyrir hendur myndi Guð vera með honum og gefa honum visku og kraft til verksins. Hann vissi hvað það þýddi að vera í sáttmála með Guði, ljón eða risar, á þessu var engin munur. Davíð neitaði að bera þessi þungu hefðbundnu herklæði sem honum voru boðin. Hann tók staf sinn í hönd og leitaði eftir nokkrum heppilegum steinum fyrir slönguna sína. Með þennan útbúnað gekk hann á móti risanum Golíat, og ég hvet hlustendur til að lesa þennan kafla Davíð þarna í fyrri Samúelsbók 17. kafla. Þetta virkilega skemmtileg lesning. Þegar Golíat sá Davíð trúði hann ekki sínum eigin augum. Hann fyrirleit drenginn sem var ljós og unglegur yfirlitum sem kom með staf í hendi. Golíat hrópaði: Er ég þá hundur að þú kemur með staf á móti mér? Hann formælti Davíð og sór við Guði sína: Okkur verður ljóst að risin æstur og móðgaður. Í 40 daga og nætur hafði hann skorað á konung Ísraels og senda einhvern gegn sér til að berjast við sig, og konungurinn niðurlagðan með því að senda strák með staf. Golíat öskraði: Kom þú til mín svo ég geti gefið fuglum loftsins og dýrum merkurinnar hold þitt. Golíat hafði svarið við Guði sína, og það sem hann sagði er dæmigert fyrir þessa Guði: Illir andar Satans hóta og segja: Þú skalt deyja. Eða þú munt verða veikur, þú munt verða gjaldþrota. Þeir segja: Þú ert of ungur, þú mátt ekki gera slíkt. Davíð vissi það sem sérhver trúaður maður ætti að vita, að vissulega gæti hann ekki hindrað hinn illa í því að senda lyga hugsanir sínar, en að hægt væri að standa gegn honum með jákvæðum orðum. Davíð lét sem sé ekki hræða sig, heldur svaraði jafn ögrandi og Golíat: Þú kemur á móti mér með sverð og lens og spjót, en ég kem á móti þér í nafni Drottins allsherjar, Guðs herfylkinga Ísraels, sem þú hefur smánað. Sá sem þekkir stöðu sína. Davíð benti á að hann kæmi í kraftin nafns Drottins allsherjar. Hann er fulltrúi Guðs. Í því nafni á hann að gera út vandamálið Golíat. Hann sagði: Í dag mun Drottinn gefa þig í mínar hendur og ég mun leggja þig að velli og höggva þér höfuðið, og hræ þitt og hræin af her Filista mun ég í dag gefa fuglum loftsins og dýrumerkurinnar, svo að öll jörðin viðurkenni að Guð er í Ísrael. Hinn ungi Davíð stóð sem sé ekki bara þarna og tók á móti formælingum. Hann var vel meðvitaður að staða hans var alls ekki slæm. Hann talaði eins og sá sem þekkir stöðu sína í blóðsáttmálunum við Drottinn. Til þess að allur þessi mannsafnaður komist að raunum að Drottinn veitir ekki sigur með sverði og spjóti, því að bardaginn er Drottins og hann mun gefa yður í vorar hendur. Davíð talaði nákvæmlega eins og Jósafat konungur talaði, sem við heyrðum í síðustu viku: Eigi er yður búinn bardaginn heldur Guði. Þannig tala sá sem er í sáttmála. Hann veit að það vandamál sem hann stendur frammi fyrir þarf hann ekki að leysa einsamall. Það stendur annar við hlið hans. Hann mun ekki svíkja mig vegna síns eigin nafns. Ég treysti honum fullkomlega og ég veit að hann tekur þetta stóra vandamál í sínar hendur. Þegar Golíat gekk fram og nálgaðist Davíð, þá hljóp hann með hraði til að mæta Filistanum. Erfiðleikarnir hræddu ekki Davíð til undanhalds, þvert á móti. Hann gerði gagnárás með hraði og gat samtímis haft slönguna til reiðu. Bang! Og risinn féll á grúfu til jarðar. Steinninn hafði hitt eina líkamshlutan sem var óbrynjaður, ennið. Þannig sigraði Davíð Filistan með slöngu og steini og felldi hann og drap hann. En Filistar sá að kappið þeirra var dauður, lögðu þeir á flótta. Og þetta er dæmigert fyrir þann sem er stór í orðum en lítill í raun. Ef þú hleypur ákveðið gegn óvininum, meðvitaður þitt guðdómlega umboð, þá sérðu óvinin fljótlega flýja með hraði. Samanber Jakob 4:7, þar sem stendur standi gegn djöflunum og hann mun flýja yður.
Davíð tók höfuð Golíats með sér og fór til konungsins og sagði frá farsælum endalokum orustunnar. Sál konungur var furðlostinn. Hvers son ert þú, Sveinn? Davíð svaraði, sonur þjóns þíns Ísai Betlehemíta. Og hvað átti ekki að koma frá Betlehem og þeirri ætt í framtíðinni? Þakka ykkur fyrir í dag. Guð blessi ykkur öll. Ásmundur Magnússon læknir stjórnaði þættinum Rauði þráðurinn. Bókin Blóðsáttmálinn er skrifið af Sten Nilsson kennara við Biblíuskólan Lífets Ord í Svíþjóð. Fylgstu með aftur í næstu viku en þá tekur Ásmundur upp Rauða þráðinn þar sem frá var horfið.